Ágætu fundamenn, nú erum við komin að því að hóparnir kynni vinnu sína, en fyrst vil ég taka það fram að Markaðsstofa Vesturlands og Norðurlands eru með landshlutabæklinga sína hérna og ef einhver vil taka það með sér heima þá eru þeir hérna fyrir framan. Velkomin bara að kippa með sér inntaki. En vinnustofa öryggismál, hver fer fyrir henni? Er það Jónas? Gjörðu svo vel, þú líður á vaðið. Ég ætla nú að hafa þetta bara, við ætlum að hafa þetta stutt og laggott, ekkert að draga okkur. Við vorum með 2 lotur, takk fyrir að koma og gefa ykkur tíma. Við raunverulega fórum bara svolítið yfir svona þau verkefni sem í gangi, svona tengt aðilum í þessum hóp og hjá öðrum sem við vissum af. Það eru örugglega ykkur fleiri verkefni í gangi sem við vitum að líka. Fengum nokkrar fínar ábendingar og athugasemdir bæði það sem má bæta við og það sem má kannski aðeins gera öðruvísi og það var bara gott og jákvætt, þannig ég held að svona niðurstaðan sé raunverulega sú að við erum svona mestu leyti á réttri leið og þá þarf bara að halda áfram veginn og plæja hann og hafa hann eins og öruggan og hægt er. Stelpur, hvað eru þið? Er þetta ekki bara eitthvað neginn svona? Þetta er allt rosalega jákvætt. Þannig ég held að bara, já, við bara segjum að það sé svona. Takk fyrir. Já, þetta var einfalt Jónas, það var ekkert að flækja málin. Ég kíkti þarna inn og þá vorum við meðal annars að skoða merki frá Vegagerðinni og þú voru teiknir jeppa að fara yfir á og jeppin var svona mismunandi djúpu vatni. Þetta var mjög skýrt og ég sá það alveg fyrir mér að þetta myndi auka eða fækka ferðum vonandi. Björgunarsveita til að sækja bíla í ám að koma til sumri. En næstu er vinnustofan sem var að ræða samskipti og samræmingu og þar eru Markaðsstofur Norðurlands og Vestfjarðar sem að fóru með verkefnisstjórn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Þetta voru mjög góðar þar lotur og það var svolítið einkennandi í gegnum þær að sérstaklega þessi hluti hérna varðar innri samskipti upplýsingarmiðstöðva eða svæðismiðstöðva öllu heldur. Við þurfum að koma einhverju betra forma og það við getum nýtt tæknilegar lausnir til þess. Og mikill tími fór í það að ræða hvernig við getum komið upplýsingu til skila á milli aðila og hvernig það umhverfi myndi líta út. Allir voru sammála um það að það væri jafnt ferðaupplýsingar og öryggisupplýsingar sem að nýttust öllum og það eru upplýsingar sem að þarf að nota hverjum degi, þannig að tíminn fór svolítið það að móta hvernig við getum farið að því. Það vantar eitthvað kerfi það ekki til, við þurfum að fara strax í það, þannig að við ætlum að byrja á því að stofna Facebook-grúpu fyrir þá svæðismiðstöðvar til þess að byrja þetta ferli að hluta til og nýta í þróun og þarfagreiningu á verkefninu til þess að móta þá stærri einingu eða tillögu að stærri einingu sem að eru þá einhvern veginn á þann veg sett að þær væri þá upplýsingar sem að væru á mannamáli milli upplýsingarmiðstöð og einnig væri verið að miðla upplýsingu sem að mætti einnig fara í framenda sem að ferðamenn sjá. Þannig að þá væri verið að skipta þessu niður í það þarf ekki alltaf að hringja, það má bara sitja inn alla helstu viðburði það sem er að gerast hverju sinni eða það eitthvað sem að fólk á sérstaklega að benda á, til dæmis viðburði. Þá var þetta að setja það í bakendan og þannig er hluti eins og til dæmis eins og viðburðir, það er eitthvað sem að væri þá að stíla og setja líka í framenda. Þetta var umræðan sem átti sér stað. Þannig að í grunninn þá kannski, já, þá tölum við náttúrulega bara um samskipti og lausnir í að bæta samskipti. Svo ræddum við nú aðeins meira en ég held að þetta sé svona í grunninn það sem við ætluðum að gera og náðum því fram. Og ég held ég hafi þetta nú ekki mikið lengra. Takk ykkur fyrir. Ég átti að vera með tímamörk 6 til 7 mínútur hver hópur. Það er spurning hvort kemur eitthvað til þess ég þurfa að nota það. En gæða umhverfis- og fræðslumál er eftir. Þar eru Markaðsstofur Reykjaness og Austurlands sem fara með þá hópavinnu. En að þeim hópi loknum, svo framalega sem ég þarf ekki að kippa í tímamælinn, að þá til í mínu hlutverki hér lokið. Unnur Valborg sem að setti hérna málþingi í morgun, hún er nú líka forseti
sveitarstjórnar í Húnaþingi vestra og hún varð að fara á sveitarstjórnarfund og því horfin á vettvangi. Þannig að ég reikna með því að Hrafnhildur tæki bara við keflinu í hér loknum. Takk fyrir mig. Já, við fórum, Hæfnisetur ferðaþjónustunnar kom með vinnuplagg sem við vorum að fylla út. Þetta kortlagning á störfum. Við vorum að skilgreina þess að hvaða snertifléttur þetta eru. Alveg eins og Gari kom inn á í sínu erindi, þú veist, frá því að ferðamaðurinn lendir og þangað til að fer úr landi á hann marga snertiflétti. Og við vorum svolítið að skilgreina það, starfsmenn bensínstöðva, starfsmenn upplýsingamiðstöðva og síðan fórum við þá í að greina hvaða fræðslu þurfa þeir að hafa, hvað getu þurfa þeir að hafa. Og það í raun og veru fór mestu tíminn hjá okkur í það og síðan fjöllum við aðeins vakan og gæðaviðmið hans og við svona ræddum það að í raun og veru sjáum við það svolítið fyrir okkur þannig og við erum að vinna þetta verkefni á þeirri forsöndu að við skilgreinum þessi störf og síðan myndi Hæfnisetrið fara í það að þróa einhvers konar fræðslu sem að símenntunarmiðstöðvarnar myndi þá framfylgja auk þess sem það yrði kannski eitthvað á netinu. Síðan yrði þetta ákveðið samspil kannski, þannig að til þess að fá viðurkennt upplýsingamiðstöðvarmerki þurfa að uppfylla kröfur vakans og inn í kröfum vakans sé þá kannski einhverja skilgreiningu að starfsmenn hafi lágmarksþekking á hinu og þessu sem þá skilgreint í samstarfi við Hæfnisetrið sem þeir eru þarf að greina og þá getum við raun og veru haft tryggt gæði í okkar upplýsingamiðstöðum. Og þannig raun og veru erum við svolítið að vinna áfram með okkar verkefni. Og í dag var bara byrjunin og þetta var rosalega góð, þannig að ég bara þakka kærlega fyrir þeim sem var góð. Takk. Jæja, þá langur dagur að enda en afskaplega góður dagur og ég vil bara enn og aftur þakka ykkur öllum fyrir að koma og eiga þennan dag með okkur og koma með ykkar input inn í þá vinnu sem nú í gangi. Smá saman mun þetta verkefni verða sýnilegra ykkur og öðrum. Nú erum við bara á fullu að vinna þennan nauðsynlega grunn sem þarf að byggja áður en við getum farið að fara á full swing með að koma kerfinu á. Og ykkur alltaf velkomið að ef einhverjum spurningar eru eða ábendingar að hafa samband við mig bara á netfangi hrafnhildur@ferðamálastofa.is eða hringja. Ef við séð hverju eru í forsvari fyrir hvaða málefnum, málaflokkum og ykkur alveg óvænt að hafa samband við þau líka. Að öðru leyti þá held ég að það sé ekki fleira. Ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og takk fyrir Vesturlandsstofa að veita okkur aðstöðu og gefa okkur gott að bána. Takk fyrir.